Hvernig á að lesa veðurkort? Veðurkort eru alls konar. Hér erum við inn á heimasíðu Veðurstofu Íslands, veður.is, og hérna á forsíðunni birtast 3 kort. Og svo er tímaskali hérna fyrir neðan. Ég get flett, sjáu þið, og þá breytast kortin. Ef við horfum á þetta núna, þetta er tekið á sunnudagskvöldi, þá er töluvert mikill vindur hérna fyrir suðvestan land. Þið sjáu að þessi ljósgrænu litir þýða lítill vindur, svona þessir blágrænu litir töluverður vindur og fjólublár og dökkfjólublár mjög mikill vindur. Þetta kort sýnir hitann, þetta er mest í kuldin og hérna er hlýjast fyrir sunnan. Og þetta er úrkoma, sjáu það er engin úrkoma á landinu núna, en það er úrkoma að koma. Svo þegar ég fletti, sjáu þá sjáum við, og rauður er ennþá meira rok. Við getum flett á kortið og þá sjáum við að rauði liturinn er yfir 24 eða 26 metra á sekundu. Og þið sjáu hérna örvarnar sína þetta svolítið líka. Þessi kort sýna okkur, þessi 3, þau sýna okkur svona grófa mynd af þessu. Hérna við hliðina eru svo textaspár fyrir hvern landshluta. Þær eru yfirleitt nákvæmari. En núna, í nótt, er rauð veðurviðvörun fyrir suðvesturhornið, sem er óvanalegt, en það er að koma ofboðslega hvasst veður með mjög mikilli úrkomu og þetta er sem sagt þannig að hitastigið er það lágt að þetta verður á öllum líkindum að mestu leyti snjókoma. Svo sjáum við hérna svona örlítið hvernig þeir sjá veðri fyrir sér og við flettum hérna næstu daga. Að þá sjáum við svona sirka bát hvernig veðri verður. En eftir því sem við fyrir lengra fram í tíman þá verður veðurspáin ónákvæmari. Þær eru nokkuð nákvæmar svona sólarhring til 2 fram í tíman. Eftir það þá er það ekkert rosalega nákvæmar að því leytinu til að það þarf svo lítið til þess að breyta því. Svo er hérna norðurljósaspá sem getur verið gaman að skoða. Sjáum að það er til dæmis á miðvikudagskvöldi gæti verið góð spá, en þá er nú virknin ekkert sérstök. En það er eitt kort sem ég ætla að sýna ykkur hérna. Og það er þessi Atlantshafsspá hérna. Sjáðu, hér sjáum við lægðina sem er að koma og lægð er svæði þar sem að loftþrýstingur er lægri heldur en á svæðinni í kring. Þið séu að hún er 936 hektopascal, en hér til dæmis er hæð, hún er hérna rétt fyrir sunnan kortið, en þar er loftþrýstingurinn í kringum 1020 hektopascal. Hérna er 1015 hektopascal, önnur hæð, og við sjáum ef við flettum aðeins áfram hérna, að þá sjáum við að hún dýpkar ennþá meira. Sjáum við, hún er komin í 929, 928, hún er svona hvað mest hérna. Og þetta er sem sagt þessi lægð. Vindur snýst alltaf rangsælis í kringum lægð og þar er mesta rokið. Og því að vindurinn er að blása af svæðum þar sem er mikið af lofti, það er hæð, þessum loftþrýstingur hærri, yfir á svæði þar sem vantar loft sem er lægðin. Og það er út af snúningi jarðar sem þetta snýst alltaf í þessa átt á norðurhveli, á suðurhveli þar snýst þetta í hina áttina. En það er út af snúningi jarðar. Hér eru þrýstilínur, breytingin á milli lína er, sjáðu, hérna 1015, 1020, 1025, 1030, 1035, bilið á milli línu er alltaf 5. Þannig ef það er langt á milli línu eins og hér, þá er loftþrýstingurinn bara stöðugur og engin vindur. En hér er loftþrýstingurinn að breytast ofboðslega hratt og þá er ofboðslega mikið rok. En það sjáðu, litirnir tákna rokið og hér er sem sagt upp undir 40 eða og yfir 40 metrar á sekundu hérna við Grænland.
og við sjáum að hér er þetta veður sem á að koma í nótt. En svo sjáum við þegar líður á morgundaginn þá dregur úr þessu og svo fylgjum við lægðinni hérna yfir landið, hún grinnist aftur sem talaði, þá sjáum við hún er ekkert orðið eftir af henni hér. Og sjáum við á miðvikudag 50 þá er hérna komin bara hæð yfir landinu og þá er hæglætis veður, getur oft verið bjart. En sjáum við, hér er langt á milli þrýstilína og þá er ekki eins mikill vindur. Svona lægðum fylgir oft úrkoma, sem sagt þá hitaskil eða kuldaskil. Hitaskil er þegar heitt loft kemur inn undir kalt, eða keyrir yfir kalt segi ég, en kuldaskil þegar kalt loft keyrir undir heita lofti. Og þá er að koma saman heitt og kalt loft og þá þéttist oft úrkoman í stærri dropa og fellur niður, hvort sem það er rigning eða snjókoma. Og það er það sem gerist ef við skoðum úrkomuspána með þessu. Sjáðu, hún er hérna. Græni liturinn táknar úrkomu. Þið sjáu að það er úrkoma í lægðinni og undaninni. Þetta er í raun skilin sem að ganga á undan lægðinni. Og sjáðu, það er mesta úrkoman ekki í lægðarmiðjunni sjálfri. Það reyndar er ekkert alltaf brjálæðislegt rok. En sjáðu, sendir þessa gusu yfir okkur og svo deyr þetta bara út. Við sjáum líka hérna á kortinu hvar viðvaranir eru. Við sjáum hérna, getum skoðað viðvaranir fyrir hvert svæði fyrir sig. Hérna er höfuðborgarsvæðið. Það er rauð viðvörun frá 4 í nótt til klukkan 8 í fyrramálið. Þannig að svona les maður veðurkort. Maður þarf alltaf aðeins að athuga að vindaspár til dæmis geta verið mjög breytilegar. Það er alltaf mestur vindur eða svona mestu vindhviðurnar við fjöll. Þannig eins og upp á Kjalarnesi eða undir Hafnarfjalli þar getur orðið ofboðslega hvasst, þó það sé ekkert rosalega hvasst til dæmis hérna inn í höfuðborginni. En við þurfum alltaf að fara varlega þegar við þurfum að ferðast, sérstaklega svona á veturna, og skoða veðurspána vel og jafnvel fylgjast með færð á vegum líka.